Komið sæl og verið velkomin í fyrsta þáttin af Suðurnesjamagasíni okkar hjá Víkurfréttum eftir sumarfrí. Framundan fjölbreyttur þáttur. Við kynnum okkur tölvuleikjanámi í nýjum menntaskóla á Suðurnesjum, segjum frá fjórhjólaferð frá Reykjanesi að Fonti á Langanesi, en byrjum þáttinn í miklu návígi við Kríur í Sandgerði. Vísindamenn frá 5 þjóðum hafa síðustu 2 sumur unnið að rannsóknum á kríu í landi Norðurkots í Sandgerði undir stjórn doktor Freydísar Vigfúsdóttur, sjávarlíffræðings og sérfræðings við Háskóla Íslands. Krían merkilegur fugl. Kríur fara lengst allra fugla í sínu árlega fari. Þær eru heimsmeistarinn í farflugi sem núna í fyrsta skipti skoðað með nýjustu GPS-tækni af mikilli nákvæmni. Hilmar Bragi hitti vísindafólkið í sumar þegar krían satt enn á eggjum. Þetta ótrúlega merkilegt verkefni og það svo merkilegt að við erum hér í fyrsta skipti á Íslandi að setja út svokallað GPS-tæki á þessa merkilegu fugla og ekki bara það, heldur þetta í fyrsta skipti í heiminum þar sem við erum að skoða þetta far með tækjum sem gefa okkur þessa miklu nákvæmni. Þannig að áður höfum far þessara fugla og kríur fara lengst allra dýra í sínu árlega fari. Þannig að þetta heimsmeistarinn í farflugi sem við erum núna í fyrsta skipti að skoða með þessari miklu nákvæmni. Það hefur verið skoðað áður með öðrum tækjum sem kallað ljósritar, en það alveg 200 km, 150 km nákvæmni á þeim, en þetta eru GPS-tæki sem að segja okkur akkurat hvar þar eru. Þannig að nú getum við svarað spurningum hvert fara þar nákvæmlega, hvar eiga þar stoppistöðvar á þessari farleið alveg suður og Suðurskautslandið, stoppa þær í Vestur Afríku, stoppa þær í Brasilíu, hvað að lengi á Antartíkuskaganum og svo fram til götunum. Og síðan, þetta svona þríþætt verkefni, þetta einn þátturinn. Hinn þátturinn að skoða, sem mjög mikilvægt fyrir okkur hér á Íslandi, hvar fara þær í æti. Og það það sem svo merkilegt við þau tæki sem við erum að nota í dag, að þau gefa okkur gögnin í svokallaðan beini. Þannig við erum með tæki sem við setjum á kríurnar og bara núna í morgun fengum við fyrstu niðurstöðurnar. Þannig að við vitum hvar þar voru í æti í gær og í morgun og þær fóru bara hérna upp í 20 km að Faxaflóa, voru þar greinilega í æti og komum svo tilbaka og skiptum við makann sinn á hreiðruna því þær eru ennþá unga út eggjunum. Og þetta bara í fyrsta skipti sem við fáum þessar upplýsingar nokkuð tímar fyrir Ísland. Og þessi tæki með þessum beini, það í fyrsta skipti sem þetta notað nokkuð tíman til að skoða far þessara fugla. Við erum að fá mun nákvæmari mynd af þessu ferðalagi. Miklu nákvæmari mynd, þetta í fyrsta skipti fyrir vísindaheiminn og þetta skulle verið gert hér í Norðurkoti og bara dásamlegt. Svo þriðji þátturinn í verkefni og það að skoða þetta sambýli milli æðafugla og æðabænda og kríunar. Það kostur fyrir æðaræktina að vera með kríur og það kostur fyrir kríurnar að fá að verpa innan æðavarpsins. Og fyrstu upplýsingar sem við erum að fá út þeirri rannsókn, og það meistarineminn hún Elísa sem að skoða það, að það sýnir sig að það betri álega, fleiri egg í hreiðri og álegan fór fyrra stað inn í æðavarpinu heldur en hérna utan æðavarpsins. Þannig ég hugsa að æðabændunir veita kríunum skjól og svo það sem við höfum verið að tala um æðabændunar að það kostur fyrir æðabændur að vera með kríunar sem svona loftvörn fyrir æðavarpið sitt. Krían það skynsama fugla, hún veit það hvar hún fær vendina eins og hérna í æðavarpinu? Já, ég alveg samfær það. Svo náttúrulega Hanna Sigga og Palli náttúrulega bara svo dásamleg, þannig að hver vill ekki vera hjá þeim? En hvað ætlið þið síðan að gera með þessar niðurstöður og hversu umfangsmikið þetta verkefni? Ég segi að þú ert með fullt af fólki hérna með þér. Já, við erum minnst að kosti 5 þjóðlönd komin hérna saman og þetta byrjaði þegar ég var sjálf í starfi við Exeter Háskóla í Breitlandi og kynnti samstarfskonu minni Lucy sem kynnti mig fyrir samstarfskonu sinni Söru og Sara semst við háskólan í Washington í Bandaríkjunum í Seattle. Þannig að þetta ég við Háskóla Íslands, Lucy við Exeter Háskóla og Sara við Háskólan í Washington í Seattle og tveir doktorsnemar sem eru vistaðir hjá Lucy í Exeter og svo eru meistaranemarnir mínir eru hérna líka og svo kom bresku fuglaáhugamár sem hjálpa okkur að finna fótamerkin og tækin. Þannig að það hérna
við erum minnst 8 hér að vinna bara þessu, þannig að þetta umfangi og þetta við byrjuðum í fyrra og saman skrifum við og Lucy leiti styrkumsótt frá National Geographic sem að gaf okkur styrk til að kaupa svolítið af þessum tækjum. Ég fekk síðan styrk frá háskólanum til að kaupa fleiri tæki sem við erum að setja út núna í ár og Sara sömuleiðis frá sínum háskóla. Þannig að þetta umfangsmikið bæði þvert á vísindalegt samfélag og þetta umfangsmikið peningarnir sem að fara í þetta og rannsóknarféð, en erum við að svara mikilvægum spurningum hérna og svo kemur nú í ljós hvort að við fáum nú góð gögn úr þessu sem ég hef enga áhyggjur af, þetta verður frábært að náum tækjunum og upplýsingunum tilbaka og þá kemur það í hlutverk okkar að leiðbeina doktorsnemendunum og meistaranemunum að skrifa góða pistla og góða vísindagreinar sem að ég er sannfærð að verður bara mjög veigamikið fyrir vísindaheimin og þessa þekkingu í vísindaheiminum en sömuleiðis bara fyrir okkar samfélag. En þess að krían er svo vissulega okkar tákn sumarsins og hún líka er svo mikilvæg fyrir okkur eins og aðri sjófuglar, segja okkur hvað er að gerast í hafinu sem ávitar á heilbrigði hafsins og hingað til hefur það verið að segja okkur það að það hefur verið að mikla breytingar hafa átt sér stað í umhverfi sjávarins í kringum Íslands. Sérstaklega hér á Suðurlandi þegar þess að sandsíli hefur hrunið og sjófuglum hefur gengið illa. Kríurnar gefa okkur þessar upplýsingar mjög hratt og þar muni gefa okkur það ennþá hraðar og ennþá betur með þessum tækjum. Hvert þar fari í æti, hvað er það lengi í ætisrannsókninni, í ætisleitinni, hvað er að koma með tilbaka og það sjáum við þegar að koma að hreiðrinu aftur tilbaka. Þannig að þessar upplýsingar saman eru bæði mikilvæg fyrir vísindasamfélagið og eins fyrir okkar íslenska samfélag og okkar þekkingu fyrir samfélagið og gefa okkur upplýsingar þar sem við getum betur tekið ákvarðanir hvernig við ætlum að stjórna umhverfismálum málefni hafsins. Við sem höfum alist upp við kríuvarpið, við sjáum að það hefur, svæðin hennar hafa breyst mjög mikið á bara mjög fáum árum. Já, alveg rétt. Og það kemur einmitt að þessu sem ég var að segja áðan með þessa krísu sem hefur verið hjá flestum sjófuglum, sérstaklega hér á Suður- og Vesturlandi þar sem að sílið hefur verið á skórnarskammti og sumir tala meira um hrun. Og ég hef oft talað að kríur séu í kreppu og á þessum sama tíma og kreppan skall hér á Íslands samfélag og þá kom kreppan yfir þessa sjófugla líka og það virðist ekki hafa rétt úr kútnum. Það hafa komið upp svæðisbundið, virðist verið svona góð ætisvæði. Var fyrir 2 árum síðan við Faxaflóa, einhver svæði fyrir norðan en svona heilt á litið hefur þetta verið afskaplega lélegt hjá flestum með sjófuglum og það er eitthvað sem að gefur rannsóknum sem þessum svo mikið vægi að við séum ennþá fylgjast með ástanduna því að þessar rannsóknir á við með þessar tegundir, fleiri sjófuglategundir en svona með þessi tæki og fylgjast svona grannt með, það gefur okkur upplýsingarnar miklu hraðar heldur en að velja mörgum árum í að bara fylgjast með viðkomu og stærðum fuglana, sjófuglastofnana, heldur líka að skoða hvað þeir eru að gera og hvert þeir fara í æti. Þannig þess sem þú ert að lýsa rímar nákvæmlega við það sem við höfum verið að mæla. Og þetta er eitthvað sem er alveg þess virði að halda áfram að fylgjast með. En hvað kemur þessi búnað til með að leyfa ykkur að fylgjast lengi með kríunni? Hvað geta GPS-sendarnir lifa lengi? Já, þessi GPS-tæki þau rita gögnin, þannig við þurfum annarkvort að fá sendinguna tilbaka í þennan beini eða ná tækinu tilbaka til þess að lesa af tækinu og með því að hafa það þannig, í staðan fyrir að hafa það sem sendi upp í gervitungl, að þá náum við að safna miklu meiri gögnum heldur við værum með gervitungli að senda tæki. Þannig við fáum að minnsta kosti gögn hvert korter fyrir fuglana meðan þeir eru hér í varpi. 1. september breytir tæki, við forritum tæki þannig, þá breytir það dagskrá og tekur mælingu 4 sinnum á hverjum sólarhring. Þannig við vitum hvar fuglinn er á hverjum sólarhring og hver hreyfingin er. Nú þetta gefur okkur ofsalega nákvæmlega upplýsingar hvar þær eru og þetta mun vera þá í gangi allan ársins hring, þangað til að koma aftur hingað til Hönnuvík og Palla að næsta vor og þá náum við tækjanum aftur eða hlöðum þau niður í beinin og þannig þá fáum við heilt ár að þessum upplýsingum. Og svo getum við tekið tækin aftur af og við getum endurhlaðið þau, endurforritað þau og getum sett þau aftur út.
Þannig að ef að endurheimtan gengur vel, sem hún hefur gengið hingað til, þá getum við bara haldið áfram svo lengi sem við höfum rannsóknarpening og nennu og getu til þess að standa í þessu. Hvað vitið þið Kríin í dag? Hún mjög trú sínum varpsvæðum? Hún að koma á hreiðrið sitt jafnvel ár eftir ár? Það alveg ótrúlegt hvað þær eru nákvæmar. Við erum búin að finna 19 fugla sem við merktum af þeim sem við merktum í fyrra og á hreiðrum. Og það hefur varla skeikað metir. Það er ótrúlegt og sumar nákvæmlega í sömu skálinu það voru í fyrra. Við vorum með sér merkt hreiður í fyrra og GPS-merkingu á því og allt. Þannig við vitum nákvæmlega hvað hreiður var. Og það er alveg ótrúlegt hvað var nálægt. Það er aðeins einn fugl sem ákvað að færa sig og hann færi sig alveg 2 metra. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Um 100 nemendur sóttu í námi í tölvuleikjagerð í nýjum menntaskóla Keilis á Ásbrú og aðeins tæplega helmingur þeirra komst að. Fyrsta skólasetning nýrrar námsbrautar fór fram í vikunni að viðstaddri Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra. Þar komu saman nemendur í fyrsta árgangi tölvuleikjagerðar brautar skólans en nýbreytni að boðið sig upp á slíkt nám á framhaldsskólastigi hér á landi. Alls 44 nemendur hefja námið og nú kennsla hafin. Nanna Kristjana Traustadóttir, skólameistari menntaskólans á Ásbrú, sagði við setningu skólans að nemendur fái bæði að vinna í skapandi greinum og í fjölbreyttum greinum sem efla þau í tölvuleikjagerð og eru mikilvægur liður í því að nemendur þrói með sér hæfileika til þess að geta orðið góðir liðsmenn í tölvuleikjagerðar teymi í framtíðinni. Nanna, hvernig hefur undirbúningurinn gengið fyrir þetta stúdentsnám? Hann hefur náttúrulega verið langur og strangur. Við erum búin að vera þau eru búin að vera áður en ég kom að því mörg ár að undirbúa þessi braut og síðan þegar ég kem inn í vetur þá eru þetta ýmis mál sem tengjast kannski svolítið praktískar í hliðinni. Námskrármál, ráðningar kennara og undirbúningur kannski að allri hugmyndafræðina baki því hvernig við ætlum að vinna, hvernig kennarar munu vinna og hvernig nemendur munu vinna og af hverju. Þannig að við höfum svolítið lagt metnaði það að rýna í raun og veru alla hluti sem að snerta námsupplifun nemenda sem verða hjá okkur og eru byrjar hjá okkur núna í dag. Og þú kynnir til sögunar óhefðbundið kennsluform, getur við sagt, og það sé að vissu leyti kannski þekkt hér í skólanum hjá Keili eða eitthvað? Já, Keilir hefur náttúrulega verið í fararbroddi íslenskra menntastofnana í hartnær áratug með þetta svokallaða vendinám. Það að sjálfsögðu eitthvað sem að við munum nýta okkur við menntaskólana Ásbrú þó það sé ekki nema bara út af því að við búum yfir gífurlegri þekkingu og reynslu hér innanhús og við vitum að það virkar vel. Aðsóknin var mikil, þannig að það er mikill áhugi á þessu? Gífurlega góð aðsókn, það er mikill áhugi á þessu og við vorum bara í þeirri stöðu, við vorum svo lánsöm að við gátum valið úr umsækjendahópnum og endum á því að taka inn alveg gífurlega flottan 45 manna hóp og við erum búin að sjá þessa nemendur mæta í morgun með stórt bros á vör og peppuð í framhaldið, bara til í þetta. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, sagði tilurð þessarar nýju brautar gott dæmi árangursríkt samstarf stjórnvalda, menntakerfisins og atvinnulífsins og þakkaði Keili samtökum iðnaðarins, samtökum leikjaframleiðenda og samtökum verslunar og þjónustu fyrir árangursríka samvinnu við það að koma brautinni á laggirnar. Jæja Lilja, einhvern tímann hefur maður ekki ímyndað sér að þú værir að opna fyrir tölvuleikjanám til stúdents, það er tölvuleikjagerð. Þetta er eitthvað svona sem maður hefði ekki ímyndað sér fyrir nokkrum árum síðan. Nei, en við erum auðvitað bara að taka mið af þessu nýja raunhagkerfi sem við stöndum frammi fyrir. Það er auðvitað mjög mikið að gera og mikið velta í hagkerfinu sem snýra tölvuleikjum og öðru slíku og við auðvitað sjáum bara neysla og ástundun tölvuleikja hefur aukist gríðarlega og ég segi ekki það miklu betra að við séum að
að þróa þetta sjálf og við séum að efla nám varðar hugverkagreinar og annað slíkt sem við erum auðvitað að gera og þetta mjög vaxandi iðnaður og við Íslendingar eiga sjálfsögðu að taka þátt í því eins og aðrar þjóðir. Það líka svolítið spennandi að heyra hvernig umhverfið verður í náminu og hvernig náminu verður háttað ekki beint svona á hefðbundinn hátt. Já, ég held að sé alveg nauðsynlegt að við þurfum að menntakerfið þarf auðvitað að þróast með tækninni og eins og ég hef líka sagt við viljum ef við nýtum okkur tæknina og við erum að stýra henni og þá er hún mjög góð og við mögum ekki láta hann algjörlega stýra okkur og þannig að ég held að þetta nám sé einmitt liður í því og líka að krakkarnir okkar sjái að það sé talsvert val í boði og það var auðvitað tæplega 100 sem sóttu en 44 sem kom af stað og þannig að það er eftirspurn eftir þessu. Lovísa Gunnlaugsdóttir og Stefán Ingi Víðursson eru í fyrsta hópnum sem fer í tölvuleikjagerðar námið. Þau segja að námið leggjast vel í sig. Krakka, hvernig leggst þetta í ykkur? Bara vel. Hvað kemur til að þú skelltir í þetta nám? Mér langaði bara að pröfa eitthvað annað heldur en þetta klassíka. Heldur en þetta hefðbundna? Já. Ertu búin að hafa mikinn áhuga á tölvuleikjagerð eða tölvuleikjum? Þetta er bara búin að vera svo mikið í svona kringum hann og þannig að það svona gerir áhugan meiri. Hvað segir þú? Bara að sama hún. Ég hef alltaf mikið áhuga á tölvuleikjum og þegar kom það tækifæri að geta skapað og búið til á sjálfur og komast í nýtt nám og eitthvað sem svona á öðru leveli heldur en venjulega skólanámi, þá bara stökk ég á tækifæri. Sérðu fyrir þér að starfa við þetta þá í framtíðinni? Ég geri ráð fyrir því? Já, ég sé það fyrir mér, já. Heldur þetta sé flókið? Já og nei. Ertu búin að vera fikta eitthvað í þessu ef ég má orða það þannig? Nei, ekki neitt of mikið, en maður veit svona sitt lítið hverju. Ertu mikið tölvuleiki sjálfur? Já. Ertu þá í símanum? Nei, þá er ég bara að spila í PlayStation. Hvernig nú var kynnt að þetta verður mjög svona sérstakt umhverfi í öllu náminu, ekki hefðbundið. Hvernig leggst það í ykkur? Það er bara leggst mjög vel í okkur og því að við höfum verið í svona áður. Þannig að þetta er ekkert nýtt fyrir okkur. Hvaðan þekkið þið það úr þá ykkar skóla? Hvaða skóla? Já, við vorum í Heiðaskóla. Hvað séð þú með það? Já, þetta er bara, maður losnar við hefðbundnu hvítu veggina og skjávarpann og það og það eru komin í sófar og grónapúðar og eitthvað, en þetta er bara mjög gott sko. Svolítið hugulegt? Svakalega. Sérðu fyrir þér að þú munir vinna við þetta í framtíðinni? Maður getur alveg gert það. Það er svo mikið af möguleikum í kringum þetta. Þannig að það er ekki bara að búið til tölvuleiki, heldur bara mjög margt annað. Það muni nýtast í einhverjum öðrum störfum líka? Já, ég held að það muni gera það. Sammála því? Já, þetta er svo breiður grunnur sem að mun nýtast í svo mörgum öðrum störfum heldur en bara að framleiða tölvuleiki. Þannig já, þetta mun nýtast. Er einhver einn tölvuleikur sem er í miklu upphaldi hjá unga fólkinu í dag? Minecraft. Minecraft, mjög. Og er það, hvernig lýsir hann sér? Þetta er eiginlega bara að maður hanna sinn eigin heim eiginlega. Þannig að maður fær bara að byrja frá grunni og maður byggir sig upp. Þú getur bara byggt þín eigin veröld og úr kubbum. Ekki stríðsleikur? Nei. Og við erum hérna inn í óhefðbundinni skólastofu, getum við sagt. Er það mikið atriði, sérstaklega í þessu námi, að það sé ekki þetta hefðbundna skólaform þar sem eru 45 stólar og tafla og glærur? Já, við náttúrulega, það er ekkert mínar rannsóknir sem að byggja því. Það eru ýmsar rannsóknir sem sýna það að fólk það hefur ekki góða einbeitingu eftir bara 15-20 mínútur af því að sitja og hlusta á einhvern. Þannig ég held að flestir séu nú bara meðvitaður um það að það er ekki gott form að hafa langa fyrirlestra. En þú talar um óhefðbundið, ég myndi segja nútímalegt. Þetta er nútímalegt vinnulag, þetta er nútímalegt starfsumhverfi og það er ekki bara við sem erum að fara í þessa átt. Það eru ýmis fyrirtæki sem að fara í þessa átt líka, ef við erum bara að skoða starfsumhverfið. Við sjáum það að fólk er gífurlega mörgum vinnustöðum í opnum rýmum. Það hefur möguleikann á því að velja sér í raun og veru
staðsetningu eftir í hvað það að gera. Það að funda með teyminu sínu, þarf það að vinna sjálfstætt og fá að einbeita sér, vill að standa, vill að sitja, vill að hafa það kósí. Þetta eru stórir vinnustaðar á Íslandi í dag sem eru að breyta vinnuumhverfinu á þennan hátt. Mér finnst það fullkomlega eðlilegt að námsumhverfi í menntastofnunum sé líka að rýna svolítið í það hvernig vinnuaðstofan okkar, ýtir hún undir betra nám fyrir börnin okkar eða gerur hún það ekki? Hópur félagsmanna úr fjórhjóladeild Aksturs íþróttafélags Suðurnesja lagði í vikunni upp í ferðalag þvert yfir Ísland frá Reykjanestá og að Fonti á Langanesi. Hilmar Bragi hitti hópinn á Reykjanesi áður en lagt var upp í ferðina. Segðu mér frá þessu ferðalagi sem þið eru að leggja upp í núna. Hver er hugmyndin á bak við þetta? Okkur hefur alltaf dreymt síðan við byrjuðum að fjórhjólast fyrir 10 árum síðan í Akstursveitarfélaginu að taka landið horn í horn og Reykjanestá eins og við erum hérna og út á Langanestá. Og það er 10 ár síðan og við byrjuðum að pæla í þessu og það var farið einhvern tímann svona horn í horn ferð en þá var hálendi lokað og það komist ekki alla leið og fyrir 2 árum síðan þá ákváðum við að henda eftir í ferð og það gerist ekki gluggi í fyrra, það var of mikið rigning og núna er búið að vera svo þurrt og gott og við ákváðum bara að skella okkur og við erum búin að vera svona undirbúa þetta núna síðasta 1,5 árið og núna er akkúrat gluggi hægt að komast yfir á flæðunum og við ætlum að vera komnir á 5. út á Langanestá. Hvaða leið eru þið að fara nákvæmlega? Við förum frá Reykjanesinu og keyrum inn í Svartsengi og þaðan inn á Djúpavatn og Djúpavatn Bláfjallaafleggjara og svo þaðan á Litlu kaffistofu og ætlum að reyna að komast yfir á Þingvelli og þaðan á Laugavatn þar sem við gistum í nótt. Svo förum við frá Laugavatni í Hrauneyjar á morgun og það er nú síðasta bensín áður en maður fer á Öræfin og svo ætlum við að keyra þaðan upp í Dreka og yfir á flæðunum í Gæsavatna, gistum í Gæsavatnaskála næstu nótt og svo förum við frá Gæsavatnaskála og niður í Kárahnjúka og frá Kárahnjúkum förum við upp á Bakkafjörð og það er svona, við ætlum að reyna á 5. að vera komnir út á Langanestánna og svo eftir það tekur einhverja 3-4 daga að komast heim, þá förum við gegnum Akureyri, Mývatn, Akureyri og Húsafell. Hvernig undirbúið þið svona ferðalag? Hvað þarf að hafa með sér og að hverju þarf að huga? Það þarf náttúrulega að vera búið að tjekka á hvort það séu góðir skálar og tjaldstæði. Við erum með tjald, svefnpoka og dýnur og nesti fyrir daginn og mat fyrir kvöldið og við þurfum að vera með fullan tanka bensíni og auka 15-20, meira, auka 30 lítra af bensíni af því að það náttúrulega ekkert bensín frá Hraunum og alla leið á Kárahnjúkum. Það þarf náttúrulega að undirbúa, teikna upp kortin og leiðina og vera með GPS-tæki og vita svona nokkurn veginn þannig að því að það er svo auðvelt að villast á hálendinu og þó það sé sumar og gott veður hérna þá getur orðið snjóbylur og ógeð þarna upp frá og þú getur bara villst í einhverju vitleysu. Svo þarf náttúrulega bara að hafa góðan hóp og skemmtilegan hóp og vera búin að svona tékka á hvort það séu lausir skálar ef við lendum í einhverjum óförum. Þessi fjórhjólega deild ykkar innan Aksturs íþróttafélags Suðurnesja, hún er 10 ára segiru. Hvað er þetta stór og mikill félagskapur og á hvernig hjólum eru þið? Við erum, þetta er nú svona svolítið smá rígur á milli hjóleiganda en aðalega erum við á Canam fjórhjóladrifnum hjólum og það hefur verið regla í gegnum tíðina að það sé götuskráð og tryggt og allt saman sé svona lágmarks krafa til þess að koma inn. Við störtuðum þessu 10 ára og þá vorum við 2-3 svona sem vorum fyrir 10 árum, 2009 og núna vorum við að henda í árshátíð í nóvember, að vera árshátíð hjá okkur í nóvember og það eru 40 gráður og við erum svona 30 hjól sem eru á Suðurnesjunum að hjóla svona reglulega. Er þetta strákasport en þá? Konurnar ekkert að sækja þetta? Það hefur orðið svakaleg kolsveifla í holskefla í konunum núna. Það eru komnar 10-15 með okkur í þetta þannig að þetta er alveg fyrir alla. Hobbitarnir hafa síðustu sumurstaði fyrir tónleikum á tjaldstæðinu í Sandgerði sem fjölmargir gestir hafa sótt.
Þar hafa þeir Ólafur Þór Ólafsson og Hlynur Þór Valsson séð tónlistarflutning ásamt gestum á sama tíma og tjaldverðirnir hafa staðið við grillið og grillað pylsur ofan í gesti. Sjónvarpsmenn Víkurhjalla voru á tónleikunum. Við endum þáttinn á spjalli við tónlistarmennina og smá tóndæmi. Við verðum svo aftur hér í næstu viku með nýjan þátt af Suðurnesja Magasíni. Verið sæl. Hobbitarnir, þetta orðið 15 ára gamalt batteri og það bara lifir vel í þessum klæðum. Jú, erum við ekki að detta í hérna antík aldurinn bráðum. Það fer að stoppa okkur upp og setja okkur að safn. En við höfum gaman að þessu. Það er gaman að spila og búa til eitthvað svona viðburði þar sem að fólk kemur saman. Það er bara gaman. Og meðan fólk nennir og vill hlusta á okkur og vill fá okkur til að spila, þá höldum við áfram og meðan við höfum gaman. Just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, oh. I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh. I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Oh, oh. I keep dancing on my own. I'm gonna dance all night. I'm all messed up, I'm so